Já, ágætu vinnir. Ég vil ekki að segja smávegis af starfssögu að ég veit svo sem ekki hvað maður á að, í hvaða flokk maður á að setja. Jó, þetta er nú kannski starfssaga. Að síldavinnslan í Neskaupstað er rótgróið fiskvinnslufyrirtæki og mjög góður vinnustaður og virtur vinnustaður og hélst henni vel á mannskap, margir sem höfðu starfaðar lungað á sinni starfsæfi og það var eins og þetta var þarna manna breytingar eins og gengur í þessu og ráðið fólk í svona tarnavinnuna sem að fylgir fiskvinnslun oft og tíðum eins og síldarvertíðum og svoleiðis og svo þá þarf að bæta við fólki og eins og áður hefur verið að þá bara kemur fólk allstaðar af að landinu og einn síðar hina síður áratíð fólk frá útlöndum og það er svona verið reglan á atvinnumarkaðinum mjög lengi og þetta er svo sem var í Neskaupstað líka eins og bara á mörgum öðrum stöðum á landinu og sumar byggðir að stórum hluta voru skipaðir erlendum farandi verkamönnum sem að komu og fóru en sumir voru lengur og jafnvel ílengdust og urðu bara þetta þorpsfólk. Þetta er í dag en þetta, þegar við vorum unga þá þekktist þetta ekki neitt og svona eiginlega bara heyrði til algjöru undantekninga væri erlendur maður í starfi. Þetta er svo sem hefur lengi verið en núna er þetta orðið mjög algengt og erlendir verkamenn og verkakonur í mörgum af þessum þjónustu störfum sem að við erum með og ég veit ekki af hverju þetta er, hvort að Íslendingarnir vilji ekki vinna þetta eða ástæðan frekar að það er orðið miklu meira atvinnu og fleiri atvinnutækifæri heldur en svona þjóðin er að ráða við sjálf. Þetta getur verið beggja blans þar. En ekki svo að skilja að þetta sé ekki ágætis fólk og þetta er þetta alveg ágætis fólk eða er ekki ágætis fólk þá kannski er það nú ekki lengi í vinnu og þannig er það nú allstaðar. Og líka hjá okkur Íslendingunum ef við erum ekki hæfir út af einhverjum ástæðum að þá náttúrulega þurfum við því miður að víkja sæti. Og ég var sem sagt bjó í Neskaupstað og vann í síldavinnslunni í nokkur ár og þá við fiskvinnsluna sem þar var og við vorum í alls konar verkum og mest var þetta nú saltfiskverkun hjá okkur svona yfir sumartíman. Það skipti á haustin í september þegar síldin fór að koma þá má eiginlega segja að hún hafi bara verið viðloðandi í vinnsluna þar til jóla og jafnvel eitthvað lengur en ef að duttu niður dauðir dagar í síldinni þá fóru fastaráðnir eða fólkið fóru að vinna þá í saltfiskinum og svona eitthvað umstaflaði að gera eitthvað með hann, pakkanum og svona og að gera, þetta er ýmis handtök við þessa saltfiskvinnslu í dag og þó hún sé að nokkru leyti breytt menn er nú ekki mikið að handfletja saltfisk og þetta er svona 99% vélvinna í dag og nema allra stærsti fiskur er kannski handflattur en fyrir vélvæðinguna þá var þetta allt saman gert á höndum og menn býsna lagnir við að fletja fisk og náðu margir miklum og góðum tökum á því öllu saman. Sjálfur flatti ég aldrei fisk og kann í sjálfur sér ekki að fletja fisk vegna þess að maður eins og aðrir þarf að gera þetta.
En eitt af því sem að við gerðum, þetta var nú svona meira sumarvinna heldur en nokkurn tíman allt árið. Það hellingur að trillum í Neskupstað og mikil trilluútgerð verið þar áratugum saman og ég veit ekki hvort hún ennþá, en hún var, þegar ég var þarna, ég flytt þarna 91 og út mest allan þann áratug. Ég fer það 97, 98, 97 held ég man þetta rétt. Og ég var í nokkur ár í þessari ágætu síldarvinnslu og líkaði ágætlega þar og oft helgar á laugardögum, aldrei á sunnudögum, svo ég muni. Þá var náttúrulega frí og ekkert við að vera þannig séð nema að maður gat átt von á því að verkstjórinn blessaður hringdi í okkur nokkra og þá var voru trillur á sjó og það þurfti að gera að aflanum eftir að þær voru komnar í land og allir vitaðu þetta, ef þú vilt fá gott hráefni þá gengur þau strax í það verk, lætur það ekkert bíða og þá voru kallaðir út nokkrir kallar og stundum konur líka í að gera að. Þetta voru ekki mörg tonn en svona nokkur tonn og engin svoleiðis mógafli á þessum trillum á þeim tíma allavega. En þetta fannst mér alveg ágætt. Maður kom þarna, var sóttur, rútan sótt okkur og óg okkur þarna inn í skemmuna sem að þessi saltfiskverkum fór fram og svo fengum við okkur bara kaffi og biðum þangað til að dráttavélin kom með fyrsta afla bátana og þá gátum við klætt okkur í skjólfatnaðin okkar sem að hékk fram í geymslu, sér mertur, það voru svona hvítir samfestingar eða svona var með framan á sér, þetta voru nokkuð góðar flíkur, þetta var svona gúmí auðvitað og með ermum, svo smeltiru þeim að aftan, þetta var ekki alveg lokað, en þetta var að gefa alveg bara 100% vörn og sniðu flík þannig séð. Miklu léttari heldur en þessar buxur og stakkur eins og var hérna í eina tíð og ennþá. Og þetta náði niður fyrir stígvélinn, þær voru það síðar þessar kápur en gáfu mjög góða hlíf. Og við vopnaðir þessu og aðgerðanífum, hófum aðgerð, þarna upp í aðgerðaraðstöðunni og mjög góð aðgerðaraðstöð þarna í síldarvinnslunni, þarna í saltfiskhúsinu, þar sem þetta fór fram í og þar voru þetta kör og vaskur og svo var þetta ísað og kassað ég sett í kör og ísað og gengi frá þessu bara inn í kæligeymslu og svona endin á húsinu var svona kæli, þetta að vera með svona smá kælir þar, ykkur vifta sem bjó til kælir þannig að þetta þurfti alltaf að vera lokað og þar sem sagt við gerðum að og við gengum frá þessu, ísuðum þetta í kassa og svo framvegis. Þetta voru svolítið svona eftirminnilega stundir fannst mér og hérna skemmtilegustu stundir af því að þetta var svona ekkert, maður vissi að þetta er ekkert mjög langt en þetta gaf af sér sína yfirvinnu tíma, útkallið er ekki 3 tímar eða 4 tímar, nei 3 tímar, þannig að maður gat alveg verið öruggur með það að fá þessa 3 tíma og það munar það þegar við erum á þessum ágætu fiskvinnslulaunum sem að sumir segja að sé nú ekki há og ég er nokkuð vissum að svona menn séu sammála það. Ekki manni svo sem alveg hvað maður var að fá útborgað, það var greitt vikulega þarna eða var að hálfsmánaðarlega. Ég held að það hafi verið greitt vikulega. Sumir, þetta er allur gangur á því hvernig útborguð laun eru. Sumir greiða vikulega, það var mjög algengt hérna í eina tíð að það væri greitt vikulega út laun.
og sumir greiddu þetta hálfsmánaðarlega. Ég man þetta því þegar ég var að vinna í Straumsvík. Það var miklu fyrir, það var eitthvað 71, 72 eitthvað svoleið. Ég var þar nokkur sinnum og þá var alltaf greitt hálfsmánaðarlega. Það var svo sem bara líka ágætt, maður vandist í alveg svo vikulegu laununum og svo það sumir og kannski það algengast í dag, ég veit ekki alveg hvernig þetta í dag. Það þessi mánaðarlegu kaupgreiðslur. Ég held nú að það sé svolítið algengt í dag, en þetta getur vel verið að þetta sé allt saman bara samningsatriði. Við mættum þarna nokkrir höfðingjar og gerðum að fiskinum og eins og ég segi, þetta voru hörku aðgerðastrákar og dugnaði menn allir saman. Mér fannst þetta svolítið svona eftirminnilegu tími vegna þess að þetta var svona aðeins öðruvísi umhverfi þegar maður kom inn í þetta, voru bara fáir við þetta og svona ekkert þannig sé stress á neinu og við bara sinntum þessu og svo þegar síðasti bátur var komin að, við fylgdust með, sáum það út á firðinu þegar þú voru að koma og við vissum að þetta var síðasti báturinn og þá þurftum við að bíða eftir aflanum á honum og svo þegar búið var að gera að honum og koma honum í ís og ganga frá, þá var sem sagt bara þeim degi lokið. Og þá gæti rútan, hans í vinur okkar, komið og sótt okkur og ekið okkur þá leið sem að rútan gekk alltaf bæinn. Hún gekk alltaf ákveðina leið, ákveðið hring í bænum og bæði stærri rútan sem að kom á morgnana og í hádeginu og svo minni rútan í svona snatt eins og var þarna þegar þetta kalla bara örfáa menn út til þess að gera eitthvað handtak þarna inn í vinnslunni til að mynda eins og við vorum að tala aðgerðina. Þetta var vegna þess að þetta var smávegis, ég veit ekki hvað ég megi segja það, en það var þarna nokkur trillu útgerð og þessar trillur voru að reyta alveg ótrúlega miklum afla upp úr sjó á þessum tíma. Þetta var reyndar allt komið í kvóta, það var engin frjáls þannig séð neitt með þetta og það gilti það alveg eins og annars staðar í þessu landi. En eins og ég segi þá var þetta að gefa okkur smávegis í lomminn og jók aðeins tekjurnar því að þetta var bara hrein yfir tíð og var svona tími sem að mér fannst ágætur. Maður eiginlega svona strangt til tekið beið eftir hringingu frá vorum ágæta vegstjóra og eins og gengur í þessu og yfirleitt var maður nú kallaður en ekkert alltaf því að þetta voru fleiri kannski sem vildu fá þetta heldur en bara einhverjir útvaldir menn. En það nú eins og það að það er nú yfirleitt bara hringt í þá sem menn nokkurn veginn gera ráð fyrir að séu til í dæmið. Því að það nú sumir sem að vilja fá hringingu og svo þegar hún koma þá sögðust þeir ekki geta komið. Þannig að maður myndi nú sjálfur gera þetta með þeim hætti að vera svona búin að fiska út hverjir væru líklegri en aðrir, því að þetta er engin skylda. Menn verða bara samþykja það hver fyrir sig hvort hann fari þetta verkefni eða ekki. En yfirleitt þá fór ég nú, var oft með þeim þarna. Yfirleitt voru við nú bara sami hópurinn, góði hópurinn sem að jaxlaðist við þetta og kláraði þetta á bara eðlilegum tíma og kannski var búinn eftir 2 tíma. Þannig að maður fekk aukreitis klukkutíma í yfirtíð fyrir það að vinna 2 tíma. Svona er þetta í dag, þetta eru bara samningarnir, þeir eru bara svona. Það er frí og útkallið er bara þetta eða hitt. Ég held að sé örugglega 3 tíma, það getur vel verið að sé búið að breyta, þetta er nokkuð langt síðan þetta er svo fljótt að líða. Þetta er 93, 4, 5, 6 eitthvað svoleiðis. Á öllum þessum árum, því þetta var náttúrulega bara sumarvinnan, mikið er svona hluta til af sumarvinnunni og svona rólegra og sumurinn í þessari deild en svo kom törnin aftur þegar síldarvertíðarnar byrjuðu og þá var raunin mikið, alveg bara endalaust verið að vinna
og svo framvegis. Það var svo sem allt í lagi og ágætt að vera með í því en þetta, já, það er nú ennþá verið að vinna síld, það er búið að breyta þessu svo mikið, nú er þetta allt á vöktum menn það er samt hellingstörn, alltaf þegar síldin þá er það hellingstörn því hún er viðkvæm vara og það er eins með hana og var að það þarf að vinna hana svolítið hratt því hún geymist bara ákveðið en líka með bátana þessi nýju fullkomni skip að þeir geyma nú svona afla mjög vel eða eins vel bara og nokkur er kostur. Þetta er allt saman að vera fullkomnar og skipin stærri og færri en er að bera allan þann afla sem þessari þjóð er heimilt að veiða. Það er alltaf verið að gera þetta með færri og færri skipum vegna þess að þau eru alltaf að stækka. Og þessi fiskiskip í dag, þetta er einhver smá barka. Þetta er skip yfir 2000 tonn og yfir 3000 tonn, svona þetta algenga í dag. Það er breyst mikið, en þetta er þróunin og við berjumst víst ekkert svo mjög gegn henni og akkur ættu við að vilja það. Já, það er spurning. Þetta er svona smá inngripin í, starfsöguna, má segja það það var þessi ágæta laugadagsvinna eftir hádegi þarna í síldavinnslunni. Ég kunni vel við hana. Mér fannst bara gaman að koma þarna við og þetta var svona aðeins að breyta umhverfinu þó maður væri á sama stað, þetta var svona annað andrúm. Við vorum bara örfáir kallar og stundum konur með okkur. Já, við réðum náttúrulega engum það, en stundum voru þær þarna með og svo framvegis. En ef ekki að segja þetta gott og svo kannski finnum við okkur eitthvað annað til þess að fjalla sjáum bara til með það. Þetta er allt saman leikið að fingur fram, þú mátt trúa því.